Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakaramestarinn. Þið spyrja bara á íslensku, hún þýðir bara fyrir. Ja. А я ответил про Bara fint að fá bara byrjaði að fá álit hans á leiknum. Они хотят спросить, как вы считаете, игра прошла? Ну, если оценивать игру как два матча дома и на выезде, мы имели территориальное какое-то преимущество, но много не реализовали благодаря действиям вратаря. Очень хорошо действовал он. Но у нас тоже оказался вратарь тоже на хорошем уровне. Hann segir að honum fannst þau hafi eitthvað skonar yfirbegi í leiknum en að leiknum voru yfir allt frekar svona jafnt liðin talin það og það fannst að markminni voru það sem leiddi allt til enda. Það fannst að markmið Breiðablika hafi verið mjög sterkur en kom í ljós að þeirra markmiður hafi verið aðeins sterkari. Það er það sem honum fannst skiptið mestu máli í leiknum. Обычно мы когда создаем столько моментов, мы обычно реализовываем. Здесь не получилось у нас. Благодаря действиям и обороны, и вратаря команды Breiðablik. Venjulega hann segir þegar þeir búið til svona mörg tækifæri þegar hann að nýta þau en í þessu tilviki hafði vörnin og markmenn hafa staðið svo rosalega vel þannig að tækifærin voru ekki nýtt eins vel og þau höfðu myndu venjulega verið. Þeir mættu náttúrulega íslensku liði fyrir nokkrum árum og unnu á samfærandi. Áttu hann vona á léttari leik þá núna heldur en raunbúrleikni? Они спрашивают, вы несколько лет назад играли против другой исландской команды, вы ее выиграли более легко. Вы тоже ожидали в этот раз, что игра будет более легкой? Нет, мы изучили, мы заранее знали, что команда очень хорошая, играет очень организованно, есть хорошие исполнители, мы были готовы к такой игре. Hann segir nei, að þeir hafðu fyrirfram skoðað þetta og vita að liðið sem þeir voru að keppa á móti var mjög sterkt, mjög stabilt lið og það voru mjög tilbúin fyrir harðmannslag. Наша цель была забить первым мяч, поэтому мы в первом тайме атаковали, не смогли забить, пропустили гол. Hugmyndin þeirra var að skora fyrsta markið í leiknum, þannig voru mjög á árás í fyrsta hluta leiksins en það mistókst, náðu ekki að skora fyrsta markið og þess vegna дроу лейкон на ланке, но в первом тайме немножко не готовы были, вернее мы же знали, что команда играет в 5 защитников или в 3 защитника, как можно говорить. В первом тайме немножко мы не разобрались, как надо действовать. Ja, í fyrsta hálfleik þeir voru viðbúin því að vissu að vörnin væri svona 5 manna vörn en einhvern veginn náðu ekki að komast í gegnum hana þrátt fyrir það að það var hugmyndin. А во втором тайме мы уже имели как бы уже игру под контролем, знали, что делать на поле. Í seinni hálfleik þá voru aðeins komið meira stjórn í leikinn, nokkurn veginn byrjuðu að hafa hugmynd og vissu nokkurn veginn hvað það sem þeir ætluðu að gera. Но, к сожалению, не забили там явные такие моменты, где-то с убойной позиции. Ну, вратарь, конечно, высокого класса. Því miður mistókst að nýta þau tækifæri sem fengust í seinni hálfleik, þótt að tækifærin hann til að hafa verið nokkuð tækifæri til staðar, en fyrir það hrósa hann rosalega mikið markmanninn fyrir hvernig hann stóð sig í leiknum. Einhverja aðrir leikmenn Breiðablik sem stóðu upp úr hans mati? Они спрашивают, если вы считаете, какие-то другие игроки в команде Бreiðablik считались более сильные? Ну, команда, первое впечатление, просто вот это впечатление, то, что команда очень организованная, и я хочу просто комплимент главному тренеру, хочу сказать, в том плане, что мы ждали в домашнем матче определенной тактики игры, он изменил ее. Сейчас мы тоже, он нас в тупик поставил в первом тайме. Комплимент тренеру. Hann segir að hann vill frekar hrósa skipulega á liðinu sérstaklega, hann vill sérstaklega hrósa yfirþjálfara og þeir voru að búast við mjög sérstakri taktík frá liðinu á heimavelli en þar sem Breiðablik í staðinn komið rosalega mikið á óvart, hann vill hrósa bara liðið og yfirþjálfara sérstaklega af því hvernig þeir spiluðu Breiðablik kom þeim rosalega óvart, þeir voru ekki alveg undirbúnir því sem þeir voru að spila á móti. Við kemum frá Blika TV, akkur vildur ekki spila á Kópavogsvelli? Он из-за команды говорит, типа телевизионной команды, почему вы не хотели играть на домашнем поле команды Бreiðablik? Ну, я как понимаю, за 5000 километров принимать решение, которое приняла УЕФА, и менять это решение мы не имеем просто права. Обычно принимает решение представитель УЕФА, поэтому мы не знаем, куда ехать, поэтому мы доверяем представителям УЕФА. Они принимают стадион, не мы.
У нас нет таких полномочий. Hann segir að þeir hafi ekki það val að velja hvaða völlur, þeir bara treysta því þar sem þeim satt, þar sem UEFA segir mér og að þeir segja það að UEFA hafi valið völlin þeir eiga að sjá mynd og þeir bara treysta því sem UEFA segir. En nú var stórliðið hérna Ástríða Vín að spila hérna hjá okkur í gær á móti FH. Þeir spiluðu á hérna Kaplakrika, ég meina hver munurinn? Það spilar eitthvað 4 þar og það myrkur úti. Það myrkur hérna úti sko. Bara svo við... Strákar, spurðið spurningar. Ja, gott að hafa með vitulega spurningar. Я распоряд. Он спрашивает, вот, например, сегодня вчера играла команда из Вин, из Австрии против команды ФХ, и они играли на домашнем поле ФХ. И вот они думаете, какие считаете вот разницы между к чему это? Мы не знаем. Я, например, не знаю Исландию, какие стадионы, что. Мы доверяем УЕФА, представителям УЕФА. Они решают, а не мы. Мы кто такие? Я тренер, главное, я только состав могу назначать. Hann segir að hann veit ekki hvernig þetta er á landinu, hann veit ekki hvernig skipulagið er, hann bara treystir því sem UEFA segir, fylgir því og hann sjálfur sem liðþjálfari hefur enga stjórn eða neitt svoleiðis hvað varðar velli, hann bara þjálfar. Á hann einhverja óskamótreið næstu umferð? Хотели бы более-менее при какой-то специальной команде играть в следующем раунде? Вы какую-то конкретную команду хотели бы? Я думаю, сейчас будет... В принципе, мы вот эти сейчас игры играли, три тура играли, мы как бы были претендентами на выход. Ну так, насчет опыта игры, так. Сейчас, я думаю, уже мы будем играть с командой, которая будет как бы претендентом на плей-офф, то есть мы будем вторым номером. То есть если будут те команды будут сильнее, сейчас обратное будет. Нам все равно, с кем играть сейчас, абсолютно. Hann segir að hans matið eftir þessar 3 leiki sem hafa spilað mútið 3 mismunandi liðum, þá hafi þeir talist frekar sterkir til að komast út og áfram. En að hans matið núna, hvað varðar, þá þeir að fara að spila mútið sterkari liðum og það verður svona staðan nokkurn veginn öfugt að þeim nokkurn veginn sama mútið hverjum þeir spila því öll liðin sem þeir spila mútið munu líklega telja sterkari til að halda áfram.